Verðbólga að hjaðna aftur hér á Íslandi undanfarna mánuði þrátt fyrir að mikill gangur sé í hagkerfinu og það eiginlega þrennt sem skýrir þá hjöðnun þessa dagana. Það styrking krónu, það aukin samkeppni á smásölumarkaði og það hægari hækkun íbúðaverðs. Við fengum tölur frá Hagstofan sem sýna að verðbólgan í júní mælist 1,5%, milli mánaða vísitalan neysluverðs óbreytt og það í rauninni bara tvennt sem hefur áhrif í gagnstæðar áttir á verðbólguna þessa dagana. Það annars vegar húsnæðisverðið sem togar hann upp og svo verð á innfluttum vörum sem að ýta henni niður. Nú, húsnæðisverðið hækkaði 1,2% á milli mánaða í júní og þó að það sé veruleg hækkun á milli mánaða þá var það samt hægasta hækkun í nærri ár og það merkjum að það sé aðeins að róast takturinn á íbúðamarkaðnum. Nú á móti vorum við að sjá lækkun á ýmsum liðum sérstaklega innfluttra vara sem á bæði skýra með styrkingu krónunnar og ekki síður kannski með vaxandi samkeppni hér innanlands. Skýrt dæmi þetta til dæmis sjónvörp og svoleiðis græjur sem var að lækka nærri 4% á milli mánaða og hefur lækkað verulega frá ársbyrjun. Matur lækkaði einnig töluvert rúmt prósent á milli mánaða og það var sér í lagi ávextir, grænmeti, fuglakjöt og drykkir. Nú, það verður ekki hjá því komist að hugsa til þess að opnun Costco í síðasta mánuði hafi þarna haft veruleg áhrif. Við höldum að þessi áhrif séu jafnvel ekki komin að fullu fram og horfurnar fyrir næstu mánuði eru bara nokkuð bjartar ef við höldum áfram að fá þessa samsetningu af vaxandi samkeppni, sterkri krónu og að það hægist eitthvað á húsnæðismarkaði, þá eru horfur á að verðbólga verði áfram lítil hér á Íslandi og við séum að klára 4. árið með verðbólgu undir markmiði Seðlabankans.